Góðan daginn, ég heiti Elín Hinriksdóttir, sérkennari og formaður ADHD samtakana. Ég ætla að kynna fyrir ykkur ADHD samtökin svona í stuttu máli. Eins og þið sjáið þá einhvernar orð okkar, skilningur skiptir máli og stuðningur skapar sigurvera. Nú hvað gerum við? Við vinnum á málefnum einstaklinga með ADHD og aðstandenda þeirra. Okkar markmið að auka skilning á ADHD og þeim áskorunum sem þeir fylgja. Samtökin beita sér fyrir því að einstaklingnum sé mætt með stuðningi, skilning og viðeigandi úrræðum í þeim tilgangi að bæta lífsgæði þeirra. Við höfum innanborðs ríflega 2700 félagsmenn. Einnig erum við upplýsingasíma þar sem að veittar eru ráðleggingar varðandi ADHD. Við höldum einnig út Facebook-síðu og höfum útibú á Norðurlandi sem hefur einnig sína eigin Facebook-síðu og eins og þau sjáið á glærunum þá Facebook-síðan ADHD samtökin og ADHD Norðurland. Það hafa verið stofnaðir nokkrir sjálfstæðir hópar á Facebook og hér tel ég þá upp. Það spjallhópur foreldra barna með ADHD og skildaraskanir, fullorðnir einstaklingar með ADHD og ADD, spjallhópur foreldra ungmenna 16-20 ára með ADHD og aðrar raskanir, spjallhópur foreldra 12-15 ára barna og unglinga með ADHD og skildaraskanir og síðast aðstandendur einstaklinga með ADHD. Og ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur þessar Facebook-síður því þær eru mjög virkar. Við erum með vefsíðu einnig www.adhd.is og þar höfum við mikið magn af upplýsingum, fræðigreinum og rannsóknum. Við uppfærum vefsíðuna reglulega og fjöllum svona það helsta sem á döfinni varðandi einstaklinga með ADHD. Þar getið einnig fundið eldri fréttabréf samtakana og alla bæklinga sem við höfum gefið út. Hér ýmist smá sýnishorn af þessum bæklingum. Þeir eru alls 11 talsins og fjalla ADHD allt frá barnsaldri upp að fullorðinsaldri. Og eins og ég sagði áðan, ég endilega kynnið ykkur það. Nú sem liður í fjáröflun fyrir samtökin, þá höfum við sett á laggirnar sölusíðu þar sem að hægt að nálgast ýmsa vöru sem gagnast af einstaklingum með ADHD. Hér má sjá sýnishorn af þeim vörum sem í boði eru. Við erum að selja fidget cube sem eru kubbar sem að hægt að fikta með, slökunarflækjur, teygjur fyrir borð og stóla til að fá útrás fyrir fótaóverð og eins vinsælu fidget spinnara. Starfsfólk samtakana. Í stjórninni hjá okkur eru 5 stjórnarmenn fyrir utan formann og varaformann. Auk þess höfum við 2 varafulltrúa. Það liggur mikil vinna á baku stjórnarsetuna en hún ólaunuð. Við erum svo heppin að við erum með fagfólk af ýmsum stéttum, þar á meðal geðlækni, sálfræðinga, sérkennara og auðvitað fullorðna einstaklinga með ADHD. Samtökin hafa 2 starfsmenn, Þröst Emilsson framkvæmdastjóra sem í 100% stöðu og ég formaður í 80% stöðu. Fræðslufundir. Við erum með fræðslufundi 2 sinnum á ári. Þetta eru stærri fræðslufundir og við höfum fræðslufund og námskeið. Við höfum tekið fyrir ýmis efni, þar á meðal ADHD og náinsambönd, ADHD og tölvufíkn, ADHD og gagnleg upp, þjónusta við börn með ADHD staða og stefna, ADHD persónuleg reynsla og ADHD og fjármálastjórnun. Og þessi fundir hafa einnig verið vel sóttir og þeir eru endurgjaldslausir. Nú námskeið höfum við einnig staðið fyrir. Við höfum staðið fyrir námskeiðum fyrir foreldra barna 6-12 ára með ADHD, námskeið fyrir foreldra 13-18 ára unglinga með ADHD. Við höfum verið með kennaranámskeið, GPS sem stendur fyrir gagnleg persónuleg stjórntæki. Þetta sjálfstyrkinganámskeið sem ætlað unglingum í grunnskóla í 8.–10. bekk. Taktu stjórnunarfræðslunámskeið ætlað fyrir fullorðna einstaklinga með ADHD. Spjallfundir. Þetta hefur verið mikilvæg þáttur í starfsemi okkar. Þeir eru haldnir annarkvöld miðvikudag frá klukkan 8:30 til klukkan 10. Tilgangurinn að einstaklingar hittist, skiptist á skoðunum og deili reynslu sinni.
Við tókum upp á þeirri nýbreytni í fyrra að á hverjum fundi talað ákveðið málefni. Þannig að við byrjum með stutta fræðslu og yfirleitt það stjórnarmeðlimir sem hafa umsjón með þessari fræðslu. Við höfum til dæmis fjallað lyfjamál, náin sambönd, kvíða, styrkleika ADHD, áhættu, hegðun og fíkn, ADHD unglinga, svo eitthvað sé nefnt. Það hægt að finna upplýsingar dagskrá spjallfundana á heimasíðun okkar www.adhd.is. Nú útgáfa, við höfum verið mjög öflug, við höfum gefið út 2 bækur. Annars vegar Leyndardómar heilans láttu verkin tala sem fræðsluverkefnabók fyrir fullorðna einstaklinga með ADHD og hún hefur verið mjög vinsæl. ADHD og leikskólinn, þessi bók allir leikskólakennurum en hún einnig hentar vel öllum sem annast uppeldi barna. Síðan höfum við endur útgefið reglulega bókina ADHD og farsæl skólaganga. Nú, hvað gerum við? Það hefur verið mikið það að ráðlegginga sé óskað frá okkur í samtökunum. Það hægt að hringja, það hægt að senda tölvupóst eða bara koma í heimsókn. Nú, fyrirspurnirnar af ýmsum toga. Flestar eru frá foreldrum barna með ADHD og einnig frá fullorðnum einstaklingum með ADHD. Og við reynum að sjálfsögðu eftir bestu geta að veita aðstoð og benda á það leiðir sem færar eru. Það þó kannski sameiginlegt með mörgum sem til samtakanna leita. Þeir þurfa á skilning að halda. Margir hafa rekist á margar hindranir á einn eða annan hátt á lífsleiðinni. Á hverju ári höldum við vitundarmánuði í októbermánuði hverju ári og vitundarmánuðurinn hefur það markmið að stuðla betri þekkingu á ADHD-röskuninni. Það hugsað, leið það hugsað til þess að skerpa skilning almennings. Og við vitum flest hversu víðtæk áhrif ADHD hefur á líf einstaklinga. Nú í tengslum við vitundarmánuðinn þá höfum við gefið út endurskinsmerki sem eru teiknuð af hugleiki dagsinni og eins og þið sjáuð á myndinni þarna dæmi eitt endurskinsmerki. Það kemur alltaf út nýtt merki á hverju ári, við seljum það og þetta einnig liður í fjáröflun fyrir samtökin. Nú vitundarmánuður við höfum alltaf tekið fyrir eitthvað ákveðið málefni. Við höfum tekið fyrir, ef ég nefni nokkuð dæmi, við höfum tekið fyrir ADHD og refsivörslukerfið, ADHD og leikskólastigið og ADHD og fullorðnir. Og að lokum ljúkum við vitundarmánuði með málþingi sem hefur yfirleitt verið mjög vel sótt. Við erum svo heppin að við erum í góðu samstarfi við ADHD-samtökin á hinum Norðurlöndunum. Við höldum árlega samnorræna fundi þar sem að við miðlum upplýsingum og förum í þróunarvinnu. Við reynum að senda reglulega fagaðila innan stjórnar á ráðstefnur erlendis, sérstaklega til að auka þekking og ekki síst til að fylgjast með nýju rannsóknum. Við viljum helst alltaf vera á tánum og fylgjast með því nýja sem að gerast. Gott samstarf hefur verið erlenda sérfræðinga í málefnum ADHD. Við erum svo heppin að nokkur hafa komið hingað til lands með fyrirlestra og fræðslu og talað á málþingum á vegum samtakanna. Skrifstofan okkar til húsa Háleitisbraut 13 eins og önnur félög sem hér hafa verið að kynna sig. Við höfum opnað skrifstofu alla daga frá kl. 13 til 16. Við veitum upplýsingar og ráðgjöf í síma 581 1110 eða í gegnum tölvupóst adhd.adhd.is. Á síðan okkar hægt að finna fræðslum ýmis málefni tengda ADHD á vefsíðunni www.adhd.is og ég hvet ykkur endilega til að skoða það. Við erum eins og sést, samtökin eru aðildarfélag ÖBÍ, Öryrkjabandalags Íslands og við erum 1/4 stofnfélaga Sjónarhóls ráðgjafarmiðstöðvar. Og eins og ég búin að margsegja, þá hveti ég ykkur endilega til að kíkja á síðun okkar og fylgjast með, koma í heimsókn, skrifa okkur póst. Við erum einnig með gott bókasafn þar sem alltaf hægt að fá lánaðar bækur. Takk fyrir.